Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Það komin 11. desember og þá tími til að kíkja á Kauphöllina og hvernig þróunin hefur verið þetta árið. Hann sestur hérna hjá mér, hann Páll Harðarson sem aðstoðarforstjóri Kauphöllar Íslands. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það alveg óhætt að segja að þetta hefur verið viðburðaríkt ár hjá Kauphöll Íslands. Já, svo sannarlega. Náttúrulega búin að vera miklar hræringar síðustu mánuði, óneitanlega, og markaðurinn tekið nokkra dífu, þráttur í það að maður ber hann svona saman við markað erlendis, þá svona heildarútkoman fyrir árið litlu lakari heldur en helstu markaði kringum okkur. Já. Og við erum svona ennþá í smá plús ef við horfum á úrvalsvísitöluna frá 1. janúar. Við erum svona kannski í svona cirka 2%. Já. Og ef við lítum á Norðurlöndin og Bandaríkin og Bretland, þá þetta svona 5–10%. Já. Þannig að þrátt fyrir allt sem gengi hefur á, þá það nú ekki verða en það. Nei. Og síðan hefur þetta margt jákvætt verið að gerast á árinu fyrir utan þetta, það að til dæmis má nefna samþætting okkar við OMX Nordic Exchange, innkom okkar í norrænu Kauphöllina hefur haft hér nú þegar held ég töluverð áhrif. Já, og hvers vegna? Hvað svona gott við að vera hluti af svona stórri Kauphöll? Nú fyrst og fremst held ég þetta snúist sýnileika. Það snýst það að aðgengi fleiri fjárfesta markanum. Við höfum sem dæmi séð miklu fleiri erlenda aðila sína markanum áhuga heldur en áður. Til dæmis voru í upphaf ás 2 erlenda fjármálastofnanir sem höfðu beinan aðgang að íslenska markanum. Nú þessi tala komin upp í 9. Þetta svona ber vott það að áhuginn mikið að aukast. Nú erlent eignarhald í Kauphöllinni hefur verið að aukast, þó nokkuð. Þetta gerst að nokkru leyti með því að með yfirtökum íslenskra félaga erlendis. Nú svo hefur þessi útrás margumtalaða í sjálfu sér líka haft mikil áhrif. Félögin eru orðin mörg hver meira erlend í starfsemi sinni heldur en íslensk, og við metum það sem að séu svona það bil 80% tekna og starfsemi félagana orðin erlendis í dag. Þannig að þetta allt hefur svona snúist á sömu sveifina og skapað aukið umtal og aukna athygli erlendis. Það alveg óhætt að segja það að útlendingar hafi einmitt verið að horfa hingað til lands, og þá reyndar sérstaklega Færeyingar. Þetta eru náttúrulega félög, þeir eru komnir núna með 4 félög, færisk félög í Kauphöll Íslands, og nú síðast bara í gær þegar Atlantic Airways skráðu sig á markað. Þetta er náttúrulega bara Færeyjar, þetta er náttúrulega ekki þessi fólk út í, þetta er ekki mörg fyrirtæki sem eru langt út í heimi og þessi stóru lönd kannski, en þetta hlýtur samt að vera jákvætt skref. Þetta býsna jákvætt, tel ég. Við höfum átt í samstarfi Færeyinga núna í 3 ár og verið að aðstoða þá við að byggja upp viðskipti með hlutabréf og skuldabréf reyndar, og gert samning skráningu félaga hér í Kauphöllina. Og eins og þú segir, það Atlantic Airways sem skráði sig í gær, var tekið til viðskipta í Kauphöllinni í gær, 4. félagið. Og jú, þetta nálægt okkur, en þessi félög eru myndarleg félög. Samtals eru þau 100 milljarðar að markaðsverði og eru orðin 4% svona cirka að markaðsverði í Kauphöllinni. Þannig að þetta farið að telja. Og þau hafa staðið sig vel? Og þau hafa staðið sig vel. Það má segja að það félag sem hefur hækkað mest á árinu, reyndar langt mest, Atlantic Petroleum. Það hefur hækkað 230–40%. 300 þegar best lét? Og 300 þegar best lét, og einhver 370% frá því að félagið var skráð fyrir 2 árum. Þannig að það búið að standa sér býsna vel. Nú reyndar hinn félögin sem voru skráð í sumar kom inn að mörguleiti inn á mjög erfiðum tíma, eiginlega það leiti sem óróin var að byrja. Þau hafa svona á heildina litið fyrir banki og Eggbanki svona verið svona nokkuð veginn í takt við markaðinn, en þó heldur betri með tilliti til verðþróunar. Þannig að þetta hefur farið vel á stað. Hvað með á næsta ári? Megum við búast við einhverjum öðrum félögum og þá erlendum félögum inn í Kauphöll Íslands? Það eru nokkrar skráningar vonandi á döfinni. Það náttúrulega einn sem liggur fyrir á fyrsta ársfjórðungi, og það Síminn. Nú svo hafa að minnsta kosti 3 önnur félög lýst yfir því opinberlega að þau hyggist á skráningu fljótlega, og það eru Icebank og Landic Properties
og Promens og þetta eru félög sem öll myndu styrkja verulega Kauphöllina hér og auka breiddina. Líklegt að Landik fari á markað? Já, það í sjálfs kannski ekki mitt að svara því, en ég fæ allavega ekki séð að annað en að áform skráningu séu óbreytt. Já. En nú þessi félög, það einmitt mörg félög sem hafa verið að sína Kauphöllin okkar áhuga og það mikil gróska greinilega í Kauphöllina, en það líka mörg fyrirtæki sem hafa verið að afskrá félögin. Já, það auðvitað þannig að öll félög telja sig svona hafa kannski ákveð tímabil í Kauphöllinni. Flest vilja nú þar vaxa og dafna til frambúðar, en svo eins og til dæmis með Actavis og Mosaic sem afskráði sig á árinu telja hag sínum betur borgið að minnst stund utan Kauphallarinnar og þetta bara hluti af svona þróunin hjá okkur. Þetta mun sjálf að talda svona áfram einhverjar afskráningar og vonandi fleiri skráningar á markað. Já. Þannig að þetta bara hluti af þessu eðlilega ferli og ekkert það að segja nema bara jákvætt. Gott að Kauphöllin getur komið inn í og aðstofað meðan þessi þörf og ég reikna með því að það verður örugglega einhver afskráningar á næsta ári en vonandi eins og ég segi líklega fleiri og stærri skráningar. Já. Tölum aðeins evruskráninguna. Nú hafa Marel og Exista og Straumur og fleiri fyrirtæki það ekki ákveða að gera upp í evrum? Jú, það eru Straumur hugðist ríða á vaðið í september og reyndar kom upp svona ágreiningur lagalega atriði. Seðlabankinn gerði athugasemdir við uppgjörsfyrirkomulagið og nú eru horfur á því að evruskráning frestist fram á mitt næsta árið það bil og ég reikna með því að fljótlega eftir að þessi möguleiki opnast þá muni þarna nokkur félög skrá sig í evrum, Straumur og Alfeska, Marel, Kaupþing mjög líklega með það yfirlýsingar nýlega og síðan Exista. Þetta eru allt félög sem hafa opinberlega lýst yfir áhuga á skráningu og ef sú raunin að þessi félög skrái sig í evrum, skrái hlutaféð sitt í evrum seinni hluta næsta árs, þá verður staðan orðin sú að 45% af markaðsvirði félagi Kauphöllinni verður komið í evrur sem hlýtur að teljast svona nokkuð merkileg þróun. Já. Hvaða áhrif mun þetta hafa? Ég held svona að það sem fyrirtækin eru kannski fyrst og fremst að leita eftir er svona bætt aðgengi fyrir erlenda fjárfesta. Og ég held vissulega eins og inngang okkar inn í OMX þá sé þetta einn mikilvæg þáttur í að trekka hér hingað fjárfesta. Og þetta er líka bara mjög eðlileg þróun. Fyrirtækin eru með sína tekjur í þessum gjaldmiðlum og einfaldara held ég fyrir fjárfesta að gera sér grein fyrir verðlagningunni þegar skráningin og tekju og kostnaðarstreymið er í sömu mynd. Ég held þetta muni bara hafa jákvæð áhrif, auka veltu og sýnileika og áhuga. Já, og talandi það sé jákvætt að vera hluti af svona stórri kauphöll. OMX verður núna 12. febrúar keypt af Nasdaq kauphöllinni og þar með verður til stærsta kauphöll í heimi, það ekki? Jú, en týnumstu ekki bara inn í þessari risa kauphöll? Það held ég ekki. Nei. Ég held reyndar að sko við höfum síður en svo týnst til dæmis innan OMX Nordic Exchange. Við erum hérna með þó nokkuð mörg til að mynda stórfélög, stærri félög heldur en kollegar okkar í OMX hefur kannski gert sig grein fyrir þegar við sameinuðumst. Ég held að það sé ekki hægt á því. Ég held að það sé miklu meira atriði að fá fleiri fjárfesta á borðinu, fleiri augu. Við verðum sýnilegri. Nasdaq OMX mun verða ef að verður stærsta kauphöll í heimi með tillit til fjölda félaga og svo næstasta ef tekið með markaðsvirði. Já, hver er þá stærst? Það er New York Stock Exchange Euronext kauphöllin sem er það stærst. Þannig að ég held að sýnileikinn sé fyrir öllu og ég hef ekki áhyggjur af því að við týnumst. Ef reynsla þess árs gefur okkur einhverja vísbendingar framhaldið, þá er ekkert óttast. Nei, þannig að það eru bara spennandi tíma framundan. Já, klárlega. Látum það vera loka orðin. Páll Harðarson, aðstoðarforstjóri Kauphallar Íslands, takk hérlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Segjum það þá gott af hádegis viðtalinu í dag. Það verður að sjálfsögðu hér á sama tíma á morgun. Þangað til, verið þið sæl.